Ég bara fæðist inn í þetta fyrirtæki. Kjörís rétt tæplega ársgamall þegar ég fæðist. Á vissan hátt finnst mér oft sjálfsmynd mín. Mér finnst hún bara vera í kringum þetta fyrirtæki. Og ég mjög lítil þegar ég fer að vinna hér og bara líf fjölskyldunar snerist þetta fyrirtæki. Það var til dæmis aldrei farið í sunnudagsbíltóra fjölskyldan í einhverja erindisleysur. Það var farið upp í tungur eða vantaði ís eða ísblöndu upp í tungur. Ég veit ekki hvernig ég get svarað því hvenar nákvæmlega þessi ísferill hófst. Hann hefur bara alltaf verið þarna. Það kom náttúrulega ekki til að góðu að ég skildi taka við 23 ára gömul. En þá var ég búin að vinna hér í rúmt ár, alveg þétt upp við hliðina á föður mínum. Og þegar hann verður bráðkvaddur, að þá lá það einhvern veginn beinast við að ég tæki við keflinu hans því að ég var inni í mjög mörgum málum. Maður bara tók því eins og hverju öðru verkefni. En það gekk líka vel vegna þess að við höfum alltaf búið að svo góðu starfsfólki hér og ég held að starfsfólkið og fjölskyldan og allir hafi gert sér grein fyrir því hvað þetta var þetta krefjandi verkefni fyrir mig. Þannig að á margan hátt bar fólk mig bara á höndum sér og fyrir það hef ég alltaf verið mjög þakklátt. Og ég held að það móti mann líka sem stjórnanda. Þannig að ég get ekki svarað því hvað hefur mótað mig sem stjórnanda öðruvísi en að svara bara fólkið í kringum mig. Ef þú spyrð samstarfsfólkið mitt hér hvernig stjórnandi ég sé, þá munið þau öll segja, já hún frekar morgunfúl. Ég fer svona hægt af stað á morgnana. En svo tvíeflist ég alveg og ég alveg full af orku seint á kvöldin og þá á ég það til að fara að senda SMS og tölvupósta í allar áttir og ég oft ekki á sama tímaskeið og margir aðrir. En þetta bara munurinn á A og B fólki. Ég væri að skrökva held ég ef ég segði að það gengi algjörlega vandræðalaust að sameina öll þessi störf sem ég gegni. Suma daga gengur það mjög vel og aðra daga gengur það ekki svo vel. Og svo ég auðvitað fjölskyldu sem líka að reyna á púslinni myndina. Og mér vantar oft fleiri klukkutíma og bara fleiri daga. Og ég verð að viðurkenna að ég farin að sjást minna hér í Hveragerði í vinnunni minni og ég sakna þess mjög oft. Því að hér slær hjartað og hér líka mín jarðtenging. Og mér líður óskaplega vel ef ég næ 1 eða 2 dögum í viku í Hveragerði. Hverjar hafa verið þínar fyrirmyndir? Ég á mér svo margar fyrirmyndir. Ég verð að nefna Vigdísi Finnbogadóttur þegar ég var svo lítil þegar hún var kosin forseti og ég skynjaði þá sem lítil stelpu skott. Þá skynjaði ég strax að það voru einhverjir stórkostlegir atburðir að eiga sér stað. Og Vigdís líka bara sinnti þessu æðsta embætti þjóðarinnar svo fallega og mér þykir óskaplega vænt um hana þó ég þekki hana ekki fyrir það sem hún hefur gefið okkur Íslendingum. Ég lít líka til Bjarkar og Ragnhildar Gísladóttur tónlistarkvenna því að mér finnst þær rosalega flottar. Mér finnst þetta vera konur sem hafa alltaf þorað. Þær hafa brotið upp formið, þær hafa siglt á móti straumnum en ég verði auðvitað að segja mína stærstu fyrirmyndir og þannig það held ég í lífinu það fólki sem næst okkur. Og það eru foreldrar mínir, systkini mín, margir vinir og margir samferðamenn líka. Það er gríðarlega mikilvægt að konur eigi sér svona samtök og eigi sér tengslanet og það má ekki vanmeta það og við mögum heldur ekki sofna á verðinum því að við íslenskar konur við búum svo vel að við erum með mesta jafnrétti í heimi. En við megum samt ekkert halla okkur aftur og segja, já nú þetta bara komið og við þurfum ekki að gera meira. Ég á félagi kvenna í atvinnulífinu allt að þakka. Því að það var það félag sem ýtti mér af stað, félagskona í FKA sem hvatti mig til þess að gefa kost á mér til stjórnarsetu í samtökum iðnaðarins og þannig hófst það. Vitaskuld hefur svona viðurkenning gríðarlega merkingu fyrir hvern sem hana hlýtur. Og það alltaf gaman þegar að það tekið eftir því sem maður að gera og sérstaklega með jákvæðum hætti eins og nú gert.
og fyrir það er ég mjög þakklát. Það er eitt ráð sem ég gef öllum konum og það er það að vera ekki hræddar. Og ég spyr mig oft þegar ég er beðin að taka að mér eitthvað verkefni hvað er það versta sem getur gerst. Og það versta er aldrei eða sjaldnast svo slæmt. Ég hafði ekki hugmynd hvernig maður átti að vera formaður í samtökum iðnaðarins. En ég bara tók áhættuna og sé ekki eftir því. Og í mjög mörgum verkefni sem ég hef tekið að mér, ég er engin sérfræðingur. En ég er aldrei hrædd við neitt. Nema ég er hrædd við hesta.